Form fundarins og umgjörð tekur mið af aðferðafræði sem hefur verið beitt mjög víða við svona stóra atburði eins og þessa, stóra samræðu atburði og hefur verið nefnt World Cafe á ensku. Það er að segja að það byggir á því að þáttakendur ræða tiltekna hluti, fara síðan og hitta aðra þáttakendur og ræða áfram og það myndast svona, sem sagt, með því að bera sig saman innbyrðis að þá myndast eins konar samhljómur í þeirri umræðu sem fram fer. Þannig að við erum að nýta það form sem svona grunn að því sem við erum að gera. En við erum að nýta fleiri atriði líka, við erum að nýta almenn bara grundvallar atriði í umræðustjórnun og að stjórna andrúmslofti í uppbyggilegri umræðu. Það er mjög stór hluti af þessu dæmi vegna þess að við gerum ráð fyrir því að á hverju borði séu umræðustjórar eða sem við köllum lóðsar sem að raunverulega passa upp á að þarna skapist andrúmsloft og öryggi þannig að allir þáttakendur geti tekið þátt og líði vel hvernig svo sem að þeir vilja koma fram í sinni umræðu. Og í þriðja lagi að þá erum við að taka mið af almennri svona stefnumótunar umræðu eða þeim svona hlutum sem eru oft lagðir til grundvallar þar í hvaða málefni við erum að ræða, hvernig við erum að ræða málefnin og síðan að síðustu að þá notum við tækni sem er mjög vel þekkt og þróuð bara varðandi svona hugarflug og varðandi það að ná hugmyndum frá fólki með sem skilvirkustum og bestum hætti. Þannig að þetta er svona sambland af aðferðum sem annars vegar lúta svona heildarumgjörðinni og hins vegar lúta því hvernig við raunverulega stýrum sjálfri umræðinni eða hvernig hún er skipulögð.